Komið sæl og verið velkomin á kynningafundum dreifbýli sem partur af forkynningarferli endurskoðunar aðalskipulags sveitarfélagsins Hornafjarðar. Ég heiti Brynja og er umhverfis- og skipulagsstjóri í Hornafirði. Ég ætla að minna ykkur að benda á að fundurinn tekinn upp og hann verður síðan birtur á netinu og verður þar aðgengilegur að minnsta kosti til 7. ágúst þegar umsóknarferli þetta rennur sitt skeið. Fundurinn fer þannig fram að við munum fyrst vera með kynningu, fara yfir það sem snertir dreifbýlið í aðalskipulaginu og ég ætla að biðja ykkur að vera með slökkt á míkrafónunum og meðan það fer fram og við tökum spurningar á eftir og í lokin þar sem að þið geta annarkvort skrifa spurningarnar inn í spjallið eða þá rétt upp hendi og fáið það orðið. Já, við erum bara ekki að hafa þetta lengra, heldur að gefum hann Matthildi Elmarsdóttir sem hjá Alta ráðgjafarfyrirtæki sem hefur haldið í hendina okkur eða haldið utan þessa endurskoðun fyrir okkur. Matthildi, við bara bjóður að gera svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla að deila glæru kynningu. Og eins og hún Brynja nefndi þá þessi kynning dreifbýlið. Við vorum með fundum þéttbýlið í gær og þetta það sem við köllum tillaga á vinnslustigi eða vinnslutillaga sem svona nokkurn veginn lokadrög að tillögu en einmitt þessi kynning gerð til þess að reyna að fá fram sem flest skilaboð og sjónarmið sem hægt að taka mið af við það að móta endanlega tillögu sem svo þá auglýst í haust með tilskyldum athugasemdafresti. En þannig að þessi kynning hún svolítið hugsuð til þess að hjálpa ykkur að átta ykkur á þessum umfangsmiklu gögnum sem svona aðalskipulagstillaga og hún sem sagt birt í skipulagsgátt. Þar eru 3 svona megin skjöl, það skipulagsgreinagerð og hún í 2 skjölum af því að á þessu stigi þá erum við með þéttbýliskaflana 2 í sérskjali en síðan 3. skjali sem heitir skjal 4 á skjánum þá forsendu og umhverfismatsskýrsla og það tillagan sem sagt það var sendur tölvupóstur til fjölmargra aðila, svona félagasamtaka og stofnana á þessu stigi til þess að óska eftir umsögnum og síðan þá líka opið fyrir almenning og þá sérstaklega íbúa landeigendur að kynna sér tillöguna og allir geta sent inn umsögn eða athugasemdir í skipulagsgáttina. Það valmöguleiki neðst á síðunni í skipulagsgáttinni þar sem hægt að setja inn sínar umsagnir en við gefum líka kost á að senda ábendingar og athugasemdir á þetta netfang og þannig að það svona 2 leiðir til að koma sínum sjónarmiðum og breytingatillögum mögulegum á framfæri. En til þess að finna máli í skipulagsgátt þá farið í leitina og sláið inn Hornafjörður og þá birtist þetta mál þannig að þið komist inn í þessa síðu sem með þessum gögnum. En þessi 2 svona megin skjöl sem skipulagsgreinagerðin og forsendu og umhverfismatsskýrslan þau byggð upp með mjög svona kerfisbundnum hætti til þess að vonandi að gera þetta að gagnlegu verkfæri fyrir sveitarfélagið við að stýra landnotkun og mannvirkjagerð og það í fyrsta lagi sett fram skipulagsstefna þessar 3 stoðir sjálfbæra þróunar, umhverfismálin,
samfélagsmálin og atvinnumálin. Og undir hverju þessara 3 stefnusviða eru nokkur viðfangsefni og svo sérstaklega sett fram stefna fyrir höfn. Og á grundvelli þessara stefnu eru sett skipulagsákvæði fyrir landnotkunarflokka í þéttbýli og dreifbýli. En forsendu- og umhverfismatsskýrslan, hún er að gefa mynd af þeim og listar markmið úr hinum og þessum stefnuskjölum sem að aðalskipulag á að taka mið af, og þá á ég við stefnuskjöl á landsvísu eins og landsskipulagsstefnu og samgönguáætlun, stefnu í loftslagsmálum og náttúruverndarmálum og svo framvegis. Þannig að það er langur listi yfir markmið sem að aðalskipulag á að stuðla að og þannig að það er síðan fjallað hvernig skipulagsstefna aðalskipulagsins á hvaða forsendum hún birtist og hvernig hún tengist þessum umhverfisviðmiðum úr öðrum stefnuskjölum. En síðan eru líka þá skýringa við skipulagsákvæðin og það er listi í forsendu- og umhverfismatsskýrslunni yfir helstu breytingar í dreifbýlinu og þéttbýlinu. Og það er sérstaklega fjallað mál sem eru svona kannski megin breytingarnar eða hafa verið aðalega svona eitthvað sem að þurfti virkilega velta fyrir sér og marka stefnu sem til dæmis ákvörðanir íbúðabyggð í dreifbýlinu og í þéttbýlinu er það legu þjóðvegarins. En hér sjást þessi megin viðfangsefni á hverju þessara 3 sviða aðalskipulagsins sem er mörkuð skipulagsstefna og hún er sett fram með markmiðum og leiðum að þessum markmiðum og síðan þarf að ákveða hvernig landinu er skipt upp í landnotkunar reiti og hvaða landnotkun er heimil á hverjum reit miðað við þá flokka sem eru í skipulagsreglugerð og þá sett skipulagsákvæði fyrir þessa landnotkunarflokka. En það sem er nýtt verkfæri núna með þessari nýju aðalskipulagstillögu, það er aðalskipulagsvefsjá og sem á að gera og mun gera aðalskipulagið mun svona handhægara við að framfylgja stefnunni og fyrir fólk að átta sig á hvað gildir á þeirra landi og það eru mjög mikið af upplýsingum í þessari vefsjá en það er náttúrulega fyrsta lagi sjálft aðalskipulagið sem er hérna undir þessum lið og undir landnotkunarflokkar þar má sjá þar má svona velja einstaka landnotkunarflokka þannig að maður getur verið að kveikja og slökkva á mismunandi landnotkunarflokkum og síðan er hérna einn liður áhugaverður og nýr sem á að fylgja aðalskipulagi. Núna er flokkun vega í náttúru Íslands, það er að segja vega sem eru utan þjóðvegakerfisins og hérna undir uppdrættir þar sést hvernig verða til svona pappírsútgáfur af skipulagsuppdráttum fyrir sveitarfélagið og annars eru hérna hinar ýmsu upplýsingar frá ýmsum gagnaveitum umhverfi og innviði í sveitarfélaginu sem er þá hægt að skoða í samhengi við þessar landnotkunar ákvarðanir. Þannig að það er bara tækifæri núna til að kynna sér vel þessa vefsjá og hvort að hún er að sýna það sem ef hér eru landeigendur að hlusta eða þeir sem hafa hagsmuni í dreifbýlinu að þeir séu að tékka á því að reitir séu á réttum stað og mörk séu rétt og því líkt. En það er hægt að skoða gildandi aðalskipulag og bera það þá saman við tillöguna í þessari vefsjá og það er þá það eru gögn sem er varpað úr aðalskipulagsjá Skipulagsstofnunar
Og það þarf bara að hafa aðeins í huga að þau gögn eru pínu ónákvæm, línur eru kannski ekki alveg á réttum stöðum, hafa færst aðeins til þegar gögn voru færð úr teikniforriti í landupplýsingakerfi. Þannig að það er svona ákveðin fyrirvara á þessum gögnum en eiginlegu gögnin gildandi er að finna svo í skipulagsvefsjá sem þess að PDF útgáfa af þá gildandi gögnum. En eins og ég sagði áðan þá eru landin skiptust í þessa landnotkunarreiti og það eru notuð hringtákn þar sem ef að reitirnir eru 5 hektarar eða minni þá notað hringtákn og það bara út frá því að skipulagsuppdrættir eru í ákveðnum mælikvarða og reitirnir þá það litlir að það ekki ástæða til þess að afmarka þá en þá afmörkunin þeirra ákveðin í deiliskipulagi eða á framkvæmda eða byggingarleyfisstigi og þannig að reitur sem með hringtákni það þarf ekki að þýða að hann sé 5 hektarar, hann kann að vera minni eins og þá samkvæmt ákvörðun í deiliskipulagi. Og hver reitur fær sitt númer og við erum núna í þessari vinnslutillögu með sömu númeri og eru í gildandi aðalskipulagi þannig að það sé auðveldara að átta sig á og bera saman gildandi aðalskipulag og þessa tillögu. En landnotkunarskipulagið, þetta svona aðeins zoomað inn á ákveðin hluta af sveitarfélaginu þannig að sjáu aðeins skýrar hvernig þessar afmarkanir eru. En ég vil bara benda á að í sambandi við vegakerfið að þá það bara stofn- og tengivegir sem eru ákvarðaðir í aðalskipulagi. Það ekki aðalskipulagið ákveður ekki legu landsvega eða héraðsvega. Það þá deiliskipulags- og framkvæmdaleyfismál. En fyrir hvern og einn af þessum landnotkunarflokkum þá hver og einn landnotkunarflokkur tekinn fyrir og það vitna beint í skipulagsreglugerðina hvernig flokkurinn skilgreindur þar. Síðan svona umfjöllun og hvað það sem hvernig þessi ákvæði sem sett eru fyrir landnotkunarflokkin, hvernig þau voru hugsuð og hvernig landnotkunarflokkar tengjast. Það geta verið til dæmis eins og ég kem inn á eftir íbúðabyggð, hún getur verið heimil á hreinum íbúðabyggðarsvæðum en hún getur líka verið heimil á verslun- og þjónustusvæðum. Þannig að það stundum svona landnotkunarflokkarnir skarast. Þannig að þessi græni hluti hann að útskýra hvernig hugsunin á bakvið síðan almennu skipulagsákvæðin fyrir alla reiti landnotkunarflokksins og sértæku skipulagsákvæðin sem eru sett fyrir einstaka reiti. Og svona lítur þetta út í greinargerðinni ef við tökum dæmi almenn skipulagsákvæði fyrir landnotkunarflokkin íbúðabyggð þá eru nokkur almenn ákvæði sem snúa að landnotkunargrunnkerfi á íbúðabyggðarsvæðum og svo almenn ákvæði sem snúa að byggingum og staðarmótun. Þannig að þið sjáið að þetta annars vegar svona hvernig landnotkunin, hvaða starfsemi heimil á hverjum flokki og síðan hvernig einhverjar línur lagðar fyrir sjálfa mannvirkjagerðina. Og sértæku ákvæðin þá sett svona fram, reitur með númer og það gefin upp stærð reitsins. Það hægt að smella í og þá hoppar sjónarhornið á vefsjána á þann stað sem að viðkomandi reitur og við höfum líka listað upp hvort það gildi deiliskipulag og þá hægt að skoða það. Það svona til upplýsingar á þessu stigi og annars eru sértæku ákvæðin
þau snúa í flestum tilvikum umfang, þar segja ef þetta íbúðabyggð, hvað eru margar íbúðir, en ef það til dæmis ferðaþjónusta eða gististarfsemi, þá tekið fram hvað væri hámarksfjöldi gesta á viðkomandi reit. Og það svolítið hreinsað til í því frá gildandi aðalskipulagi að það stundum talað gistirúm, gistirými, herbergi, gesti og við erum þá í öllum tilvikum að tala gesti eða gistirúm en ekki herbergi eða rými í þeim þegar það eru sett mörk fyrir gististarfsemi. En í dreifbýlinu þá höfum við á þessu stigi, eins og stendur hérna, grártexti til skýringar og vinnslustigi tillögu og það til þess að það sé auðveldara fyrir fólk að átta sig á hver verið að breyta einhverju á þessum reit sem að ég að skoða og hverju verið að breyta og við líka þá greinum frá þar sem að komu inn óskir eða ábendingar frá landeigendum þannig að það sé skýrt hvernig var unnið úr þeim óskum og fyrir vikið þetta skjal sem eru skipulagsákvæðin í dreifbýlinu, þá það mjög langt en það verður ekki svona langt í loka útgáfu þegar við erum búin að hreinsa þennan gráa texta út. En það eru sem sagt í forsendu og umhverfismatsskýrslunni, þar sérstakur kafli sem að dregur fram allar helstu breytingar sem verið að gera í dreifbýlinu og þær eru svona almennt, ítarlegri almenn ákvæði og svo eru hérna önnur atriði sem ég ætla að fara yfir núna á næstu glærum. Og byrja á íbúðabyggðinni og taka sem sagt landnotkunarflokkana helstu fyrir og segja ykkur hvað það sem að svona búið að teikna upp varðandi hvert flokk að fyrst íbúðabyggðina þá svona ákveðin hugsun í því hvernig hún dreifist sveitarfélagið og það hérna klárlega Höfn sem eini þéttbýli staðurinn eða svona stóri bærinn sem í sveitarfélaginu en svo eru skilgreind það sem kallað sveitakjarnar á 4 stöðum, fyrst frá vestri til austurs, Hof, Hrollaugsstaðir, Holt og Nesjahverfi. Síðan gert ráð fyrir að það sé hægt að vera með íbúðabyggð, þá ég að tala íbúðir án tengsla við búskap, á bæjartorfum, þar sem eru skilgreindir verslunar og þjónustureitir og það þá svona kannski þyrpingar og lítil hverfi og svo náttúrulega stökhús hérna á bæjarhlöðum og þannig að það svona ákveðin hugsun í því hvernig þessi íbúðabyggð dreifist og það voru óskir sem komu fram á íbúðafundum við mótun tillögunnar að það ætti að vera ákveðin sveigjanleiki í því að ekki að endilega beina allir íbúðabyggð á fáa staði en það þarf auðvitað að hugsa út í margs konar sjónarmið í sambandi við til dæmis hvernig að þjónusta svona byggð. Þannig að en þetta í grófum dráttum sama hugsun og í gildandi aðalskipulagi, það svolítið verið bara að skerpa á stefnunni. Og hér eru þessi 4 sveitakjarnar og þá með því að þeir eru skilgreindir sem íbúðabyggð þýðir að þar íbúðir ráðandi og ekki gert ráð fyrir til dæmis gistiþjónustu. En hins vegar eru fjölmargir verslunar og þjónustureitir sem að dreifast allt sveitarfélagið nánast og það sem fyrst og fremst ferðaþjónusta af einhverju tagi og
það ekki margir reitir að bætast við, en það sem aðalega að breytast að það verið að setja svona nákvæmari almenn ákvæði til þess að bara stuðla að því að uppbyggingin verði sem jákvæðust fyrir sveitarfélagið og það sé svona hugsað út í allt sem að þarf að hugsa út í, eins og hérna þennan lista sem að hér og síðan þá sértæk ákvæði fyrir einstaka reiti fyrst og fremst að segja nánar hvers konar starfsemi á þessum reit og hver þá gestafjöldin sem að hámarks gestafjöldi. Og eins og ég nefndi þá tillaga að það verði heimilt að vera með íbúðir á V-þornreitum sem teljast vera bæjartorfu eða hluti af henni. Og hér bæjartorfa skilgreind sem staður þar sem 3 eða fleiri bíli saman í hnapp eða mynda ákveðna heild og nota sameiginlega heimreið. Og aðskipulagstillagan segir þá að fjöldi íbúða á þessum reitum hann eigi vera ákveðin í deiliskipulagi með hliðsjón af almennum ákvæðum aðalskipulagsins sem geta átt við. Fyrirhugaðri starfsemi, það að segja að þetta í flestum tilvikum þá einhverjar íbúðir sem að tengjast þeirri starfsemi sem á svæðinu eða verið að byggja upp, en það sé líka tekið tillit til staðhátta og markmiða aðalskipulagsins sem geta átt við. Og þannig að það og þetta eins og ég nefndi í takt við og alveg í samræmi við þá stefnu sem í gildandi aðalskipulagi að beina byggðinni í torfur en það ekki alveg lokað fyrir að það sé hægt að byggja upp íbúðir á V-þornreitum sem ekki teljast í bæjartorfa en það þarf þá að ákveða það með sérákvæðum og þannig það þá ný svæði þau myndu kalla aðalskipulagsbreytingu en hér verið að segja að það má ákveði deiliskipulagi ef þetta bæjartorfa þar sem V-þornreitur að þá má ákveði deiliskipulagi hve mörg íbúðir á að reisa en ef þetta algjörlega nýjum stað í sveitarfélaginu sem hefur ekki verið byggð áður utan í bæjartorfurnar að þá þarf að fjalla sérstaklega það. Og það svona tveir reitir í landi Freysnes sem settir inn svona með íbúðarheimild og rökstuðningi eða svona umfjöllun í forsendu og umhverfismatsskýrslu kosti og galla og þannig að það svona umhverfismat þessa reiti og síðan sett inn þá íbúðarheimild á reit í landi Skaftafells 3 og 4 sem nú þegar skilgreindur sem verslun og þjónusta en það komi fram óskir að þar væru íbúðir reistar í tengslu við ferðaþjónustuna og það hefur þótt þörf á íbúðum í vesturhluta Öræfa þannig að þetta svona til að bregðast við þeim óskum en eins og ég segi gott að kynna sér umfjöllunina sem í forsendu umhverfismatsskýrslunni þetta. Og talandi vesturhluta Öræfa þá hefur verið til umfjöllunar á liðnum árum og var fundur í Öræfum í mars þar sem var kynnt hættumat vegna mögulegs berghlaups úr Svínafellsheiði og það hættumat það nær annars vegar til ársins 2040 og hins vegar 2070 af því að hættan hún breytist eftir sem lónið fyrir framan Svínafellsjökull stækkar og þessar línur að finna í aðalskipulagsvefsjánni og það sett reitir sem að falla innan hættusvæðina. Það sett skipulagsákvæði fyrir þá sem að samsvara ákvæðum sem í reglugerðum hættumat vegna ofanflóða og sem í rauninni eina regluverkið sem hægt að miða sig við í þessu samhengi þó svo að hættan þarna stafi af vatnsflóði en ekki
snjóflóðum eða skriðuföllum eins og kannski þessi reglugerð unnin út frá. En ég hvet ykkur til að kynna ykkur umfjöllunina í forsendu- og umhverfismatsskýrslu og horfa á upptöku af fundinum í Öræfum og kynna ykkur þá hættumatið frá Veðurstofunni og nefndin vill gjarnan fá fram sjónarmið og svona álit íbúa og hagsmunaaðila hvernig eigi að bregðast við þessari hættu. En einn landbúnaðarsvæðaflokkurinn svona hálfgerður láglendis landnotkunarflokkur þar sem að á honum ekki bara almenn landbúnaðarnot heldur ýmiss konar starfsemi sem má vera á þessum grænu svæðum sem að innan tiltekinna marka. En mörkin á landbúnaðarsvæðinu þar almennt miðað við 300 metra hæðarlínu sem sama og í gildandi aðalskipulagi. En frávik frá því að friðland, Lónsöræfa, Skeiðarársandur og Hoffellsdalur í flokki óbyggðra svæða og ég kem aftur inn á það á eftir þegar ég fjalla óbyggðu svæðin. En almennt við að tala að þetta land sem neðan við 300 metra hæðarlínu. Já, og það sem sagt hægt að vera með ýmiss konar starfsemi á þessum landnotkunar reitum án þess að það sé skilgreint sérstaklega annars staðar en í deiliskipulagi eða leyfisveitingum. Og í fyrsta lagi þá hægt að vera með stök íbúðarhús og frístundahús og þar stefnan að þeim sé beint á eða við núverandi bæjarhlöð og að það sé reynt að nota innviði sem að þegar fyrir hendi eins vel og hægt og það þessi áhersla á að byggðin verði í torfum til að vernda náttúru ræktarland og í samræmi við sögulegt byggðamynstur sveitanna. Á þessum ellreitum þá líka ýmiss konar ferðaþjónusta getur verið heimil innan tiltekinna marka og ef hún fer yfir þessi mörk þá þarf að afmarka það sem verslunar- og þjónustureit og á landbúnaðarsvæðum skjólbeltarækt og landgræðsla og nýræktun skóga. Það að segja ef hún innan við 25 hektarar en ef hún fer yfir 25 hektara þá þarf að afmarka skógræktar- og landgræðslusvæði og kallar þá aðalskipulagsbreytingu. En það miðað við að skógrækt sem 10 hektara stærð að meiri sé framkvæmdaleyfisskyld og þau mörk það miðað við þátttöku opinberu stuðningur til skógræktar, hann miðað við þessi 10 hektara og framkvæmdaleyfisskyldan þá lagt til að hún sé bundin við þau mörk líka. Og í tillögunni þá tilgreint hvaða gögn eigi að leggja fram með umsókn framkvæmdaleyfi þannig að það sé hægt að taka ábyrga afstöðu til leyfanna og það liggi fyrir alltaf samræmdar upplýsingar sem lagðar fram með skógræktarframkvæmdum. Og þessi almennu ákvæði þau gilda alla skógrækt, þar segja þó hún sé innan við 10 hektara þá almennu ákvæðin þá þarf að horfa til þeirra. En við ákvarðanir mannvirkjagerð og landnotkun á landbúnaðarsvæðum þá þarf að taka tillit til markmiða jarðalaga að forðast að spilla góðu akuryrkjulandi og þess vegna gerð krafa að það sé metið sem sagt áður en framkvæmdir hefjast hversu vel land hendar til akuryrkju
þannig að það sé ekki verið að spilla góðu eða mjög góðu akuryrkjulandi að óþörfu. Og það núna í gangi á landsvísu svona flokkun á landbúnaðarlandi með tillit til hæfni til ræktunar, og þannig að það verða vonandi tilgögn sem hægt að taka mið af, en það kann að þurfa samt sem áður að flokka land á einstökum svæðum sem koma til álita til framkvæmda áður en að gengið frá deiliskipulagi eða leyfi veitt. En já, þannig að það sem fellur í flokk skógræktar- og landgræðslusvæða eru núna eins og í sveitarfélaginu ekki margir reitir. Þetta eru reitir sem eru samningsreitir við skógrækt, land og skóg, og eru reitir sem eru þá yfir 25 hektarar stærð, og eins og ég segi þar gilda þessi almennu ákvæði og ákvæðum framkvæmdaleyfi sem ég fór yfir áðan og eiga við þessi svæði eins og landbúnaðarsvæðin. Það mjög mörg efnistökusvæði í sveitarfélaginu, stór og smá. Það svona hnykkt á stefnu hvernig á að standa að leyfi, umsóknum leyfi fyrir efnistöku og hvaða gögn þarf að leggja fram ef sótt leyfi til efnistöku. Og hér mjög mikilvægt að landeigendur fari yfir sitt land og hvaða efnistökusvæði eru á því, og hvort að það eru lagðar til, hvort að gögnin sem eru í tillögunni eru rétt að þeirra mati, og hvort eitthvað vantar, hvort eitthvað ætti ekki að vera þarna inni sem inni og svo framvegis. Þannig að við viljum endilega fá góða rýni á efnistökusvæðin. Svo flokkur sem heitir afþreyingar- og ferðamannasvæði. Það eru fyrst og fremst svona áningarstaðir og staðir þar sem móttaka ferðamanna, kannski sem að fara í ferðir, bílastæði eða eitthvað slíkt, og flestir þeirra eru annaðhvort innan Vatnajökulsþjóðgarðs eða á jaðri þjóðgarðs. Og það einn nýr reitur settur inn sem áningarstaður við Sýnafellsjökull, sem nú þegar í rauninni fyrir hendi, en það hann var ekki í aðalskipulaginu áður. Og svo eru 2 eða 3 staðir innan Vatnajökulsþjóðgarðs sem voru felldir út til þess að þar sem að það var ekki gert ráð fyrir í rauninni eitthvað mjög lítið, mestalagi einhver bekkur eða minni háttar áningarstaða sem að yrði þá ákveðin í stjórnunar- og verndaráætlun og ekki talin þörf á aðalskipulagsákvörðun. En líka á landbúnaðarsvæðum gert ráð fyrir að það sé hægt að, og til dæmis þá meðfram þjóðveginum, að það sé hægt að skilgreina áningarstaði án þess að það sé nákvæmlega ákveðið í aðalskipulagi hvar sá áningarstaður. Þannig að það ýmist þá deiliskipulags eða framkvæmdaleyfismál. Já, óbyggðusvæðin. Þar það sem landbúnaðurinn og óbyggðusvæðin mætast. Það þessi 300 metra hæðalína, en allt land innan þjóðgarðsins það skilgreint sem óbyggt svæði. Þannig að þau svæði sem hafa bæst við þjóðgarð frá því að síðasta aðalskipulag gengið var frá síðasta aðalskipulagi, að þá færist það land, viðbótarland inn yfir í óbyggð svæði. Og eins og ég nefndi áðan þá friðland, Skeiðarársandur og Hoffellsdalur skilgreint sem óbyggð svæði, og friðlandið það í gildandi aðalskipulagi nema allra neðst var það skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Skeiðarársandur óbyggt svæði í gildandi aðalskipulagi,
en Hoffellsdalur var áður hverfisvernda landbúnaðarsvæði og í tillögunum núna var farið yfir það eru 3 hverfisverndu svæði í aðalskipulaginu sem í gildi og þegar var farið yfir þessi hverfisverndarsvæði á hverju þau byggja og hvaða svona takmarkanir þau setja að þá kom í ljós að þau voru ekki að setja neinar meiri takmarkanir heldur en eru þá ýmist á ákvæði á landbúnaðarsvæðum í þessari nýju aðalskipulagstillögu og það sem gildir óbyggð svæði. Þannig að niðurstaðan var sú að fella hverfisverndina út á þessum 3 svæðum en halda þá þetta hverfisverndarsvæði í Hoffellsdal að breyta því í óbyggt svæði sem var þá í samræmi við þau ákvæði sem að hverfisverndin tilgreindi að halda mannvirkjagerð hér í lágmarki og bara í rauninni óbreytt að náttúran fengi að ráða og hafa sinn framgang. Og þetta hverfisverndarsvæði hérna í Lambey, það þótti heldur ekki ástæða til að halda því inni af því að almenna stefnan fyrir landbúnaðarsvæðin að vernda votlendi og endurheimta votlendi, þannig að það var ekki nein viðbótar stefna hér eða ákvæði sem að hverfisverndin var með fyrir þetta hér svæði. Þannig að en það er bara mjög gott ef að landeigendur kynna sér þessar breytingar og við heyrum hvað fólki finnst. Á óbyggðum svæðum þá er engin mannvirkjagerð en það er svona gert ráð fyrir hefðbundnum notum, veiðum og beit og gönguleiðum og reiðleiðum og svona minni háttar aðstöðu til áningar. Og það er líka heimilt þá að viðhalda vegum sem eru í skrái vegi í Náttúru Íslands sem ég kem inn á eftir. Og það er líka heimilt að vera með minni háttar mannvirki sem eru vegna náttúruvár eða fjarskipta, en það er ekki þá skógrækt á þessum svæðum og ekki í rauninni plöntun erlenda tegunda er óheimil. Og það var einmitt eitt af hverfisverndarákvæðunum sem var sem í rauninni gilda á öllum óbyggðum svæðum og þá ekki bara á einhverju hverfisverndarsvæði. En vegir í Náttúru Íslands, það er sem sagt skylt samkvæmt sérstaklega reglugerð að skrá vegi sem eru utan þjóðvegakerfisins og þá sem þýðir eiginlega að það sé verið að segja hvar telst akstursfólk vera á vegi og hvar er það utan vegar. En þannig að það hafi verið gerð hérna drög að þessum kort með drögum að þessum vegum sem hafa verið teiknar upp eftir loftmyndum og upplýsingum frá heimafólki. En þessi skrá, hún er sem sagt það er skylt að ganga frá henni samhliða gerð aðalskipulags, en þetta er ekki aðalskipulagsákvörðun og ekki í rauninni hluti aðalskipulagsins. Eins og ég sagði áðan, þá tekur aðalskipulag bara til stofn og tengivega. En þá líka sem sagt ekki bara skrá þessa vegi eða teikna þá upp heldur að flokka þá eftir hversu greiðfærir þeir eru, hvort þeir eru yfirleitt færir eða torfærir, fyrir hvers konar bíla eru þeir færir og það eru þessi mismunandi litir sem að segja til það og þessi flokkar eru skilgreindir í þessari reglugerð og þannig að núna er tækifæri til þess að kynna sér þessa skrá og
og koma með ábendingar og athugasemdir við ýmist hvar vegirnir eru teiknaðir, hvort þeir eigi yfirleitt að vera inni eða og hvort þeir teljast vera vegir og hvernig, hvort þeir eru rétt flokkaðir eftir greiðfærni. En hringvegur í Öræfum, hann hefur verið lengi til umræðu og var það í þessari aðalskipulagsvinnu sem hefur verið síðustu misserin. En Vegagerðin ennþá að vinna að rannsóknum og að skilgreina valkosti hér, þannig að það hefur ekki, sú vinna ekki komin nógu langt til að sé hægt að kynna og fjalla hana, þannig að vegurinn sýndur í sömu lögu og í gildandi aðalskipulagi og þá gert ráð fyrir að áframhaldandi skipulagsvinna vegna þessa verði í sérferli og að þeir verði bornir saman valkostir og þá gerð tilheyrandi aðalskipulagsbreyting þegar komið niðurstaða þar, eða það væri auglýst sérstaklega með umsögnum og athugasemdafresti. Og við höfum ekki upplýsingar neitt tímaplan í þeim efnum. En ferli framundan, þá núna fram í ágúst, í fyrsta lagi þá búið að vera eitt opið hús sem var í morgun í Hofi og við vorum með kynningafundum þéttbýli í gær, en svo verða opin hús í Holti 24. júní og Höfn 27. júní og bara að gera að það sem að umhverfis- og skipulagsfulltrúi verður og getur leiðbeint í gegnum gögnin og svara spurningum og tekið niður ábendingar eða hægt að skila ábendingum inn og þessi kynningatími þá til 7. ágúst og eins og ég sagði, annaðhvort skila í skipulagsgátt eða senda á aðalskipulagshornafjörður.is og í ágúst þá erum við að vinna úr ábendingum og umsögnum og gera lagfæringar eða breytingar eftir því sem að nefndin ákveður og síðan þá nefnd og bæjarstjórn að afgreiða aðalskipulagstillögu endanlega til auglýsingar og Skipulagsstofnun fer svo yfir tillöguna til að kanna hvort að hún uppfyllir allar kröfur laga og reglugerðar og í kjölfarið þá tillagan auglýst með 6 vikna athugasemdafresti og lokaafgreiðslan væri þá undir árslok. Og þó svo að það sé þessi 6 vikna athugasemdafrestur í haust, þá bara mjög mikilvægt að landeigendur og íbúar komi núna á þessu stigi fram með sínar óskir. Við höfum leitað eftir þeim með vefkönnunum og fengið svör, en það eðlilegt að það geti komið fleira fram núna þegar að fólk svona sér og átt að sjá hvers konar tillaga þetta og hvernig væri hægt að búa þeirra land í henni. Og við munum áfram segja fréttir af framgangi vinnunnar á aðalskipulagsvef sem svona verkefnisvefur sem að hægt að nálgast með því að smella fara inn á forsíðu sveitarfélagsvefsins og þá hoppið yfir á þennan verkefnisvef þar sem við höfum verið að segja fréttir og birta gögn og munum birta þennan glæru pakka og upptöku af þessum fundum í dag og frá í gær. Já, þá ég lokið minni framsögu. Takk kærlega fyrir þetta, Matthildur. Mér langar bara að segja, ég vil bara hvetja alla til þess að kynna sér þetta efni og leggja fram ábendingar ef eitthvað hefði betur mátt fara í vinnunni eða í gögnunum og ef það einhver sjónarmið sem að eiga eftir að koma fram eða fólki finnst ekki tekið nægt tillit til, þá að gera að koma þeim til okkar.
þetta snertir aðalskipulagið, snertir hagsmuni allra, aðalskipulagið snertir hagsmuni allra íbúa og gesta og það mikilvægt að fá fram ábendingar því, bara því meira því betra. Ég hvet líka fólk til að nýta sér opnu húsin, bæði 24. í Holti og á Höfn 27. júní og bara ef það eitthvað sem þið vilja spyrja þar. En núna býð ég ykkur, ef það einhverjar spurningar sem að þið viljið leggja fram, þá bara endilega láta það flakka. En ég segi bara að Jón Grétar Sigurðsson, hann hefur sett inn í spjallið að við erum bara með drög að hættumati en ekki raunverulega útgefið hættumat og ekkert sem hefur verið uppfært og það ákvörðun Veðurstofunnar hvenær hættumati gefið út og við erum líka bara með drög að aðalskipulagi sem við erum að vinna eftir og við náttúrulega sannarlega vonum að þegar að aðalskipulagi verður auglýst í haust og þá verður búið að gefa út hættumati. En sveitarfélagið telur sig bara ekki geta beðið lengur eftir Veðurstofunni og útgefnu hættumati og það alveg eðlilegt að við séum að fjalla hvernig við ætlum að bregðast við því þrátt fyrir að sé drög í drögunum og það verður þá bara að taka afstöðu til þess þegar skipulagið verður auglýst í haust ef ekki verður enn búið að gefa út skýrsluna hvort að það er samt að byggja á því. Jón Grétar. Já, það sé eitthvað ekko hjá mér hérna. Það er skjóta skökku við við skilgreinina getur verið þessi tvískráður innhjald. Já. Hentu mér út þarna JS, Jón Sigurðsson. Nei. Það er örugglega betra. Og heyrir í mér ennþá? Svona. Já, okay. Nú er þetta betra. Ég sé að það er skilgreint svæði AF 650 sem segir mér þá að afþrengingarsvæði 650 sem er á hættusvæði A, B og C sem segir mér þá að það sé engin hætta að degi til fyrir framan Svínafellsjökul en stórkostlega hættulegt fyrir aðra að vera á þessu svæði 24/7. Þannig að ég ætla bara aftur að lýsa efasemdum við það að það sé verið að horfa á þessi drög og setja inn í aðalskipulag með þeim hætti sem gert er. Það hafa komið fram ábendingar á þessum svokallaða fundi í mars sem var nú ekkert nýtt á, heldur bara endurtekning á 5 ára gömlum fundi og að mér vitandi engar hæðarmælingar verið gerðar vestur af Svínafellsjökli upp á þetta flæðimat og ég hef nú mínar athugasemdir við þetta flæðimat. Þannig að mér fannst menn draga bara gömul drög fram eftir 5 ár og halda því sama fram. Ekkert gert í millitíðinni, sagt að mælingar á Svínafellsheiði varu ónákvæmar af því að það var ekki sambandar uppi og svo framvegis. Og svo ætlum við að fara að setja þetta inn í aðalskipulagið eða þið öllu heldur og stroka út stór svæði sem skipulögð er í dag fyrir frístundabyggð og fleira. Þetta er náttúrulega gríðarlegar hörmungar fjárhagslega fyrir viðkomandi aðila að þurfa að búa við þetta og búa við þetta í öll þessi ár og horfa sig upp á þetta núna, þessar teikningar, A, B og C, mjög fína línur út allt. Stefán Benediktsson vestur af mér hér af flugvellinum með bréf frá Veðurstofunni það að allt sé öruggt vestan við Skaftafellsá en samt erum við með hættulínur langt vestur fyrir Skaftafellsá. Hæðumatið ekki komið á landshæðalínum vestur af Svínafellsjökli. Það má vera fyrir fram að Svínafellsjökul á daginn en ekki á kvöldin líklega. Nei, má ég stoppa það aðeins? Þetta er svolítið orðið út í korter mínum mati.
Já, nú ég ætla bara að fá að svara þessu stuttlega. Þetta þannig að við erum ekki Veðurstofan og við getum ekki ráði hverju þeir, hvað þeir leggja fram. Við verum að byggja á þeim gögnum sem eru til og það eru drögin. Við höfum bara ekki annað og við getum ekki beðið eftir Veðurstofunni lengur. Það bara, við verðum að halda áfram að lifa og vinna. Það ekki, leiðu mér að tala. Það þannig að í aðalskipulaginu þá erum við að ákvarða hvar má byggja upp og hvar má ekki byggja upp. Og það hefur komið fram að, og það er mjög ólíkt hvort að fólk geti farið svæði eða hvort að fólk geti verið þar að staðaldri eða byggt upp eignir. Og það ekki verið að stroka út nein stór svæði eða banna byggingar á stórum svæðum heldur bara verið að leggja til takmarkanir miðað við það hættumat sem að lagt hefur verið fram og það er verið að leggja til í aðalskipulagi hvernig við eigum að bregðast við því. Og ég bara bendi þér á að lesa það og skoða hvaða takmarkanir nákvæmlega verið að leggja fram því þær eru byggðar á hættumatsþýðunum fyrir árið 2040 en ekki árið 2070 og þær eru byggðar á bara lögum ofanflóð eins og þau eru lögð fram. Þannig að ég held að við séum að reyna að fara bil beggja eins og mögulega hægt En bendir á að senda inn athugasemdir vegna þessa í aðalskipulagsvinnu, í gegnum skipulagsgáttina eða í gegnum vefinn. Það mikilvægt bara fyrir ykkur öll að við fáum athugasemdir líka sendar skriflega. Gerum það. Ok, ég vonaði að þetta hafi svarað einhverju að þessu Jón Grétar. En við erum alveg frústreruð eins og þið yfir því að hættumatið hafi ekki verið fyrsta lagi uppfært og í öðru lagi að það sé ekki búið að gefa það út. Nei, það segir ekki gert ráð fyrir byggingum á hættusvæði B og C. Já, og það eru fáar byggingar þar og það fyrir inn á þessum hættusvæðum sem eru merkt B og C, sem eru hluti af B og C svæðum, það lítið af fyrirhuguðum byggingum þar nú þegar. Þannig að þú veist, það tiltölulega lítið af svæðum sem fyrirhugað hefur verið að byggja upp á og það eru mjög fáar byggingar sem eru á þessum svæðum. Ég skil þína stöðu, þetta afleidd staða og ég veit ekki hvernig fólk á að geta brugðist við þessu hættumati svokallaða ef það kemur aldrei út, þá aldrei þetta bregðast við því. Nei, en þarna erum við að leggja til bara hvernig hægt að vinna með þetta áfram og eins og með annað og þá viljum við fá ábendingar og sjónarmið hvernig var hægt að gera þetta öðruvísi. Takk fyrir svarið. Fleiri spurningar? Ég aftur takk fyrir fína fund. Ég rosa hissa hvað fáir. Já. Ég ekki drosa þess að hvað fáir. En við hugsum þetta þannig að senda út frekar einn fund og taka hann upp og gefa fólki síðan bara tækifæri á að heimsækja mig sérstaklega og ná, þú veist, spjalli og við erum alveg búin að auglýsa að fundirnir verða síðan lagðir á neti þannig að fólk getur horft á það eftir á. Og ég vona bara að fólk geri það og ég hvet ykkur líka til að benda fólki og landeigendum og þeim sem í kringum ykkur á að skoða
allavega sko þá sínar landeignir, þannig að það sé þannig að það sé að tryggja það að það fara ekki, sko í fyrsta lagi getur náttúrulega bara verið einhver mistök sem að við höfum gert í ferlinu og það er mjög mikilvægt að þið skoðið bara það sem að snýra ykkur hagsmunum, hvort að það sé ekki allt í lagi og síðan getur verið að einhverjum athugasemdum eða ábendingum hafi ekki verið hleypt í gegn og þá er að gera líka bara að ítreka það og til þess að fá formlega skýringar á því líka. Það getur líka verið að einhver stefnumörkun sem verið að setja fram í aðalskipulaginu hugnist ykkur ekki eða sé andstæð ykkar hagsmunum og sem hefur ekki endilega komið fram áður og það er bara þetta rétti tíminn til þess að senda inn ábendingar og fá umræðum það líka í pólitíkinni. Af því að við erum svolítið svona háð þeim ammarka, við vitum ekki alltaf heldur hvað þið ræðið við eldhúsborðið heima hjá ykkur, þannig að það er mjög mikilvægt að senda okkur línu það, þannig að við getum tekið tillit til þess. Og endilega nýtið ykkur að kíkja á mig í Holt og í Gömlubúð á Höfn. Þannig að ef það er eitthvað sem að þið þurfið spyrja eða fá aðstoð við að leysa úr. Gekk mjög vel inn í dag, ég var búin að vera inn í Öræfunum í dag og búin að fá þá nokkra gesti og einhverjir ætla að senda inn sjálfir athugasemdir eftir samtalið við mig og aðrir fengu aðstoð hjá mér í dag við að breyta afmörkun á reitum, áttu sig ekki alveg á hvernig það er hægt að koma á framfæri einhverju sem að þeim fannst þurfa að breyta og þá aðstoða ég við það líka. Endilega, notið tækifæri. Og takk fyrir Jón Grétar að segja þetta sé vel unnið hjá okkur. Það er alveg búið að fara blóðsvit og tár hjá okkur Matthildi í þetta. Og við erum að reyna að gera líka flókin gögn einskiljanlega eins og við mögulega getum og það má líka alveg bara benda okkur á ef það er eitthvað í uppsetningu gagnanna eða framsetningu sem á betur mætti fara. Við viljum bara fá sem flest inn á borð til okkar til þess að vinna úr. En ef það er enga fleiri spurningar, þá vil ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og vonast til að sjá ykkur í á opnu húsi. Verið þið bless.